Komið blessaður og sæl, við heilsum ykkur héðan að sunnan. Og ef að skyggnið væri pínlítið betra, þá myndum við sjá hér yfir í Meðallandið, við myndum líka sjá niður í Álftaver og jafnvel greina Byttuskarð. Það er af nógu að taka þegar kemur að örnefnum í Skaftárhreppi og við heyrum meira af því hér rétt á eftir. En í þættinum í dag ætlum við líka að heimsækja Björgvin orgelsmið á Stokkseyri, en fyrst af öllu þá tökum við á loft frá flugvellinum á Selfossi. Fyrsti viðkomustaður okkar í þætti dagsins er sem sagt flugvöllurinn á Selfossi, þar sem ferðaþjónustufyrirtækið Arctic Wings hefur komið sér vel fyrir. Arctic Wings er ferðaþjónustufyrirtæki sem býður upp á útsýnisferðir, bæði á bílum, flugvélum sérstaklega og einnig jeppum. Og við bjóðum ferðir hérna Suðurland og víðar og getum sérsniðið ferðir svolítið eftir þörfum fólks. Það fyrstu mánuðinir þetta hefur náttúrulega verið gríðarleg vinna í markaðssetningu og búa til öll gögnin og það sem við þurfum og einnig þurftum við að leita okkur að samstarfsaðilum í tengslum við flugreksturinn og fleira svoleiðis sem hefur nú gengið mjög vel, verð ég að segja. Nú er Suðurland fullt af ferðamönnum. Já. Er þetta ekki alveg bara blúsandi business frá fyrsta degi? Þetta er kannski ekki hægt að segja það strax, það tekur náttúrulega tíma að byggja allt upp og ég held að það sem maður heyrir svona oftast er að það taki 2–3 ár að byggja eitthvað upp. Og það er búið að vera þó nokkuð flug hjá okkur í sumar en við vonumst náttúrulega til þess að aukist næstu ár og markmið okkar er náttúrulega að gera þetta heilsársstarfsemi. Þess vegna höfum við fléttað inn í þetta bíla og annað sem býður upp á þá möguleika að geta verið í gangi þegar það er ekki hægt að fljúga. Og við getum þannig séð alltaf boðið fólki eitthvað í staðinn að við þurfum að fella niður flug. Þannig að það þarf að hafa fyrir þessu? Já, það þarf að hafa mikið fyrir hlutunum og það er búið að fara gríðarlegu tími í markaðsgögn og að hitta fólk og dreifa bæklingum og þetta er náttúrulega lítið fyrirtæki og við erum að reyna að halda kostnaðinum í lágmarki. Þannig að það hefur bitnað svo litið mikið á fáum einstaklingum að vinna verkin. En hvað með gestin ykkar? Hvert vilja þeir fljúga? Þeir vilja helst sjá Eyjafjallajökul sem er náttúrulega búin að vera gríðarlega góð landkynning fyrir Ísland síðustu ár og einnig er svolítið sótt í að fara upp í Þórsmörk og Landmannalaugar. En hvernig er þetta með gestina sem vilja sjá Eyjafjallajökul? Er það þá fólk sem lenti í brasi út af honum eða er hann bara forvitnilegur? Við hittum sjaldnast fólk sem fann ekki fyrir gosinu í Eyjafjallajökli þannig að margir eru mjög spenntir að sjá jökulinn sem olli því að þau komist ekki í sumarfríi sitt þetta árið eða ferðalagið sem þau ætlaðu að fara í. En þeim er ekki illa við hann, er það? Nei, en margir eru hræddir við jökulinn og við fáum sérstaklega spurningar í gegnum vefsíðun okkar hvort það sé óhætt að fara svona nálægt honum eða hvernig eigi að nálgast jökulinn ef hann skyldi nú fara á stað aftur. Bara svona 1, 2, 3? Já. En eru þetta aðalega útlendingar sem koma til ykkar? Já, þetta eru mestu útlendingar sem koma til okkar þó það laumist með einn og einn Íslendingur sem hefur. Þá er það kannski helst fólk sem vil sjá sumarbústaði sinn eða landareignina sína eða kynnast einhverju að ofan sem að það er í þeirra eigin eigu. Þessi vél kom til okkar frá Tékklandi í byrjun sumarsins. Við höfum ekki notað hana að miklu leyti í sumar en munum nota hana næsta sumar. En þetta er svolítið skemmtileg vél því að það er hægt að sitja á móti, farþeginn getur sitja á móti hvoru öðrum aftur í og hún hentar vel í lengri flug. Til dæmis er á teikniborðinu hjá okkur að bjóða upp á ferð til Grímseyjar sem væri þá farið annaðhvort frá Reykjavík eða Selfossi og þar tækja á móti okkur ferðaþjónustaðil í Grímsey sem myndir sjá dagsferð fyrir hópinn sem við ferum með. Þá til dæmis farið í sjóstangveiði og veitt fisk og kvöldið er síðan haldið grill þar sem aflinn er grillaður og fólki fær svona upplifunina af eyjunni og Grímsey eins og hún gerist best. Það væri ekkert að því að fljúga til Grímseyjar í þessari? Það væri ekki leiðilegt að fara þessari þangað. Hvernig viljið þið sjá þetta þróast? Við myndum náttúrulega vilja sjá flugið aukast og ætlum okkur á næsta ári að starfa frá fleiri flugvöllum á Suðurlandi.
Við höfum horft á Hellu, Hvolsvöll og Skógarsand og komumst þannig síðan nær náttúruperlunum sem við erum að fljúga til dagsdaglega. En Selfoss hefur rosalega góðan kost, bærinn mjög nálægt Reykjavík og það mjög auðvelt að sækja túristan til Reykjavíkur og höfum einmitt boðið upp á pick-up með öllum ferðunum okkar á hóteli í Reykjavík. Þetta hljómar eins og bara svona dálítill lúxus. Þetta örugglega mikil lúxus fyrir þá sem að bóka spennandi flug. Urð og grjót upp í mót, ekkert nema urð og grjót. Kirkjubæjarstofa rannsókna- og menningarsetur á Kirkjubæjarklaustri. Þar unnið að margvíslegum verkefnum og eitt þeirra snýr að skráningu örnefna og gamalla þjóðleiða. Þetta menningarverkefni sem snýr að því að skrá örnefni, þjóðleiðir og fornar götur inn í landupplýsingakerfi. Og hver kveikjan að þessu að þið farið út í þetta? Sko, það Kirkjubæjarstofa sem stendur að baki þessu verkefni og það var fyrst og fremst fyrir áhuga heimafólks sem þetta fór af stað á árinu 2000. Þá var unnin svona heilmikil grunnvinna í þessu, síðan lá verkefni í dvala í 10 ár, bara vegna skorts og fjármagni. En árið 2013 fór þetta af stað aftur og hefur verið unnið í þessu jafnt og þétt síðan. Hvað viljið þið fá út úr þessu? Það nú ýmislegt sko, það fjölmargt sem hægt að fá út úr þessu. Það náttúrulega fyrst og fremst að vera að bjarga þarna miklum menningarverðmætum. Það búið að fá upplýsingar örnefni og götur og þjóðleiðir hjá fólki sem er gengið til feðra sinna núna og hefur safnað þessum upplýsingum. Þannig að þetta mjög mikið og merkilegt verkefni sem að bjargar menningarverðmætum frá því að gleymast. Er það rétt skilið hjá mér að þið eruð að staðsetja nákvæmlega hvar þessi örnefni eru, þannig að þetta sé ekki bara svona á reiki og svífandi svona í munnmælum? Já, það er nákvæmlega þannig, sko. Það auðvitað til fullt af upplýsingum í örnefnaskrám örnefni, en það eru yfirleitt bara orð á blaði, sko. Eru allir alltaf sammála til dæmis bara hvað þessi og hinn hóllinn heitir? Það er nú ekki 100% víst, en Vera Roth getur nú frekar sagt ykkur frá því. Það er hún sem hefur haft hittan og þungan af þessu verkefni að tala við fólkið og safna þessu saman. Ég sé skráninguna, það er að segja rafræna skráningu örnefnanna og þetta er allt hnitað inn í landupplýsingakerfi og það var þannig sem við hófum verkefnið, byrjuðum á því á sínum tíma, árið 2000. Og á þeim tíma er það algjört brautryðjandi starf raunverulega að þessi tiltekna aðferðafræði við að staðsetja örnefnin. Margir leggja hönd á plóginn og það eru áhugamönnum allt land sem að hafa unnið gríðarlegt starf í því að staðsetja örnefni og það er gott starf, mjög gott, en það er allt unnið meira eða minna á pappír eða prentaðar loftmyndir, ljósmyndir, jafnvel kort eða uppdrætti sem menn teikna sjálfir og merkin örnefnin. Og þessi aðferð hefur þann galla að annars vegar er hún ekki samræmd, hver hefur svona sína aðferð og hins vegar glatast staðsetningin ef að kortin eyðileggjast og auk þess eykur þetta mjög mikið öryggi gagnanna eða gæði gagnanna því að það eykur líkurnar á að örnefni séu rétt staðsett þar sem þetta er unnið heimabyggð, unnið á staðnum. Þannig að þetta hefur marga kosti. Hér eru örnefnin í svona svokölluðum þekjum og hérna eru bæjarnöfnin sko. Og ég set inn núna til dæmis ef við horfum á þetta svæði hér sem er Kirkjubæjarklausturjörðin, hluti af henni og þá set ég inn kveiki á örnefnunum og þá birtast þau svona. En þú verður náttúrulega líka að fá þessa spurningu, eru allir alltaf sammála hvað þessi og hinn hóllinn heitir? Sannarlega ekki og þetta er eiginlega einn skemmtilegasti þáttur vinnunnar og fyrst fannst mér þetta erfitt því að menn voru oft mjög ósammála og bóndinn
á þessum bæ var ekki sammála bóndanum á næsta bæ og smá saman áttaði ég mig á því að þetta eðli málsins samkvæmt og svona lífið og þetta gerir þetta fjölbreytilegt. Fjall til að mynda getur haft sitt hvort nafnið eftir því hvoru megin við það manneskjan býr sem þú talar við. Eins hafa menn misheyrt kannski það sem að þeim var kennt í æsku og það koma svona skrýtnar afbakanir af orðunum eins og þau hafa kannski verið upphaflega nöfnunum. Ég vel þá leið að allir heimildamenn eru jafn réttháir, allar heimildir eru jafn vígar, þannig ég reyni að setja allar upplýsingarnar inn, stundum þetta allt upp í 3 nöfn kannski á sama fyrirbærinu og ég reyni að setja þetta allt inn í gagnagrunnin sem hann býður upp á. Förum við í upplýsingar og tökum til dæmis þetta Rauðárhvammur til dæmis. Þá koma upplýsingar úr töflunni hér. Þetta heitir Rauðárhvammur, nafnberinn hvammur, dagsetningar, innsetningar og hér engar athugasemdir eða örnefnalýsingar en þetta sem sagt býður upp á að maður getur sett inn nánari lýsingar. Þetta verkefni sem lýkur einhvern tímann? Í sjálfu sér hægt að vinna það út í hið óendanlega því að alltaf finnast nýjar upplýsingar og alltaf hægt að gera betur og við höfum sett okkur það markmið að ljúka rafrænni örnefnaskráningu í Skaftárhreppi fyrir árslok 2017 og ef að það tekst að fjármagna þá vinnu að þá á það að hafast. Ertu sammála Tómasi sem að fullyrti að landslag væri lítilsvirði eða hét ekki neitt? Ekki ég sammála því að öllu leyti en hins vegar hef ég marg upplifað það að landið verður mun ríkara og dýptin eykst margfalt þegar þú hefur örnefnin því þá kemur inn sagan, þá kemur inn lífsbaráttan, þá koma inn ferðir til forna, það lifnar svo við og annað það sem gerist að það sem landslag fyrir manni svona í heild, eitthvað fagurt landslag að þegar það hefur fengið örnefni þá fær hver lína, hvert form, það fær sinn karakter. Það fær mikið sterkari karakter þegar nafnið komið fram. Landslag yrði lítilsvirði ef það héti ekki neitt. Dich dann im Ganzen gesehen. Ég sný bara. Já. Hérna sérðu tónana hvernig þeir getur lesið svolítið músíkina á bandinu, sko. Get ég það? Já. Langur tónn. Þessi var slappur. Ég ætlaði að slá svona af, en það virkar ekki alveg þannig. Nei, það virkar ekki alveg. Og svo þetta restin af laginu. Þetta hái tónninn hérna, sko. Og svo kemur aftur hártón hér. Það auðvelt að gleyma sér í heimsókn í orgelsmiðjunni á Stokkseyri þar sem að Björgvin Tómasson hefur komið sér upp vinnuaðstöðu og sýningarsal þar sem margvíslegan fróðleik að finna. Það saga á bakvið hvern hlut og hvern grip, stóran og smáan. Flott. Var ég góður? Já. Ég man svona þegar ég var polli að þá langaði mig alltaf til að verða smiður og átti bæði móðurbróðir og föðurbróðir, þeir voru báðir smiður og mér fannst alltaf spennandi að fylgjast með þeim og svona og langaði óalega mikið, talaði gjarnan það að verða smiður en svo álpast ég út í músík, byrja sem stráklingur að spila í lúðrasveit heima og síðan fer ég að læra á píanó og enda með því að fara í tónmenntakennardeild tónlistarskólans í Reykjavík og útskrifaðist þar sem tónmenntakennari 1977, þá fannst mér ég vera eiginlega svona of ungur til þess að vera bara búin að festa mig hérna í einhverju ákveðnu starfi. Og uppálega var ég svona eiginlega að spá í að læra píanóstillingar og hafa það svona kannski sem sumarvinnu með kennslunni. En svo fór það nú þannig að ég fór út í orgelsmíðar,
fór á samning út í Þýskalandi árið 1978 og lenti í svolítið lélegu fyrirtæki til þess að byrja með, en kynntist síðan alveg frábærum manni þar sem ég gat lokið mínu námi og klára mitt sveinspróf. En í svona grófum dráttum þetta mín leið inn í orgelsmíðar. Þegar ég kem heim 1986 eftir 8 ára dvöl út í Þýskalandi þá lá náttúrulega beinast við að fara að reyna bara að fá að smíða einhver hljóðfæri, sko. En það náttúrulega erfitt þegar þú hefur ekkert að sýna, menn vissu ekkert, sko. Ég bara dáist að þeim, sko, fyrstu 3 aðilum sem að kaupa af mér hljóðfæri. Fyrsta hljóðfæri mitt fer í Akureyrarkirkju, 1988 smíðaði ég það og það Björn Steinar Solbergsson, organisti í Akureyrarkirkju þá, sem að pantar af mér hljóðfæri. Og svo koma 2 næstu hljóðfæri í Ólafsfjarðarkirkju og í Fáskrúðsfjarðarkirkju og allir þessir aðilar í rauninni panta hjá mér hljóðfæri án þess að ég vita það nokkuð hvort að ég kunni að smíða. En samt ég afskaplega þakklátur fyrir það að hafa getað þó starfað við þetta í 30 ár hérna heima við orgelsmíðar, orgelviðgerðir, orgelstillingar. En hvernig stóð það að þú komst hingað á Stokkseyri? Það var nú þannig að ég hafði keypt mér hús hérna árið 2000, gamalt hús og sumir segja ég hef nú bara keypt það út af nafninu. Það heiti Björgvin, nú búið að heita það í rúm 100 ár. Þetta gamalt fiskverkunarhús og þetta var í eiginlega engri nýtingu þannig séð og ég gat fengið þetta húsnæði keypt hérna. En mér finnst alveg frábært að búa hérna á Stokkseyri og þetta mjög notalegt og frábært að vera hérna. Þú ert með frábært útsýni hérna. Maður sér fyrir sér að brimið eigi vel við orgeltónana. Já, það nú gjarna talað að Páll Ísólfsson hafi nú farið hérna, hann átti náttúrulega bústað hérna austar þorpinu og gjarna staðið og hlustað á brimið og maður kannski heyra það svolítið í tónlistinni hans. Og hérna, hér náttúrulega frábært að við sitjum hérna upp á kaffistofunni og dásumum hérna hvort sem það sól eða stormur, sko. Og við erum náttúrulega í mjög náinni snertingu við náttúruöflin hérna og auðvitað stendur svolítil ógn af hafinu ef það mjög hásjávað og stormur. Gæti alveg skeið að við fengjum hérna einhverja gusu hérna inn á vegstæðið en við vonumst náttúrulega til að svo verði ekki. Heldur að krafturinn skilir sér í hljóðfæri? Ég hef ekki að segja það. Það allavega kraftur í okkur. Og við erum allir að vilja gerðir að halda áfram þessari smíði ef einhver vill kaupa á okkur. Þetta hérna er 3 radda pípuorgel. Hérna eru raddirnar sem maður setur inn, sko. Og ef maður hérna tekur bara þessa fyrstu rödda þá kemur bara svona veikt og svo bætist við hérna 4 fóta rödd og þá aðeins verið byrta og svo kemur 2 fóta rödd hérna til viðbótar og þá þetta orðið svona alvöru orgelhljómur, sko. 262 ára gamalt, stendur fyrir sínu. Þetta ártal 1754, þetta rosalega, það ansi langt síðan. Já, þetta er svona barokk útlit á þessu hljóðfæri og þegar við hugsum til þess að Jóhann Sebastian Bach hann dó 1750 og Mozart fæddist 1756. Og þetta hljóðfæri kemur frá Austurríki upprunalega, sko, þannig að ég tel mjög líklegt að Mozart hafi spilað á það. Það verður allavega enginn geta sagt mér hann hef ekki gert það og meðan trúi ég því bara. Þetta hljóðfæri hérna er eiginlega svona sami raddafjöldi og þetta hljóðfæri sem ég var að spila á hérna rétt áðan. Það er að segja 3 raddir, en áðan þurfti ég að stíga, það var náttúrulega ekki rafmagn í þann tíð og núna er það bara þessi litli kassi hérna þar sem mótorinn er innan í. Og það er hann sem skaffar hljóðfærinu vindinn og ég ætla hérna prófa að spila hérna smá stykki eftir Händel og það er líka sem sagt 3 raddir. Þetta hljóðfæri er eiginlega hugsað til þess að svona ferðast með.
þegar að verið að flytja stór verk, til dæmis eftir Bach, passíur og óratóríur og annað, þá þarf alltaf svona hljóðfæri inn í hljómsveitina og þess vegna þetta hannað þannig að það í rauninni hægt að setja þetta bara inn í lítinn skuddbíl, þá þetta að taka þessa pípur hérna bara í burtu, þannig að ef ykkur vantar þá getið þið tekið þetta með ykkur bara í bílinn ykkar hérna og eftir kostar svolítið en endist í 150-200 ár sko. Þannig að það eru góð kaup í pípuorgelum. Svona hljóðfæri, svona svipað þessu, smíðaði ég fyrir Björk Guðmundsdóttur og það var á ferðalagi í biofília verkefnin hennar út allan heim. En þar útbjó ég hérna svona rafmagnsbúnað inn í hljóðfærið og svo gat hún bara tengta við tölvu og svo spilaði hljóðfærið bara sjálft. Og það var nú einn góður organisti sem spurði mig sko, hérna, að því hver hefði eiginlega spilað á orgelið í biofília plötunni fyrir Björk af því að hann gerði sér grein fyrir því að það var eitthvað hansi flóki sem að það var á ferðinni. En það var ekki mannsöndin þar nálægt heldur var það í gegnum tölvu. En hérna komum við inn á smíðaverkstæðið, eða svona vélasalinn. Eins og þið sjáið það er svona alveg þokkalegasta pláss hérna sem við höfum. Við erum hérna 3 sem að vinnum hérna núna. Jóhann Hallur er búinn að vinna með mér í hérna 23 ár og svo Júlíus Óttar, sonur minn, búinn að vera með mér núna síðan í apríl en náttúrulega búinn að fylgja mér eiginlega bara frá því hann var polli sko í þessu. Og verður væntanlega arftaki eða hvað, ekki búið Alan almennilega upp? Jú, ég vona það að hann bara hérna hafi það gaman að þessu, hann vilji bara vera í þessu áfram sko. Það væri virkilega skemmtilegt. Hver er galdurinn í orgelinu? Já, sko, ég man eftir því út í Þýskalandi þegar ég var að læra að þá sagði hérna meistarinn minn, sko við erum engi galdramenn. En þetta er náttúrulega bara að hafa áhuga á tónlist er náttúrulega mikið atriði. Hafa einhverja hæfileika til þess að smíða og svo þarf maður náttúrulega að geta teiknað og hanna hlutina og ég held að mér hafi bara tekist ágætlega til svona í gegnum árin sko. Nú eru hljóðfærin orðin 38 sem að þetta er sennilega 3009 hérna, þetta litla stykki hér sko. En já, eins og þú spyr Margrét, galdurinn er eiginlega bara svona að vera til sko. Hvernig færðu þetta allt saman til að stemma? Já, Jói verður náttúrulega að fara eftir tekníkunum sko og ef hann gerir það þá hef ég engar áhyggjur sko en eins og þið sjáið þá þarf að bora mikið götum. Þessi gött sem við sjáum hérna, það er sko, þetta eru bæði fyrir pípur og fyrir mekaník og annað. Jóhann er að vinna núna við hérna pípustokk í þetta litla hljóðfæri sem er hérna frammi. Hérna sjáum við teikninguna því, það þarf að teikna hverja einustu pípu í réttum kvarða og síðan náttúrulega bora götin fyrir hverja pípu og það má eiginlega segja sko að það sé boruð svona fyrir hverja pípu allavega svona 6 eða 8 gött. Jó, ertu með á hreinu? Hvað er mörg hérna? Nei, við bara borum þangað til að hljóðfæri fer að spila. En eins og við sjáum hérna sko, þá er þetta mikil borvinna. Hérna er sem sagt teikningin af svokallari vindhlöðu í þetta hljóðfæri sem er hérna frammi og vindhlaðan er gjarnan kallað hjarta pípuorgelsins. Það er það sem að allar tengingar liggja til hljómborðsins og organisti stýrir hérna vindi inn í ákveðna raddir og ákveðna tóna og býr til fallega músík. Veronica, der Lenz ist da, die Mädchen singen tralala, die ganze Welt ist wie verhext, Veronica, der Spargel wächst. Ég var að kíkja hérna inn á hérna harmoníumsvæðið. Já. Já, hérna fer eiginlega svona viðgerinn á þessum á gömlu hljóðfærunum fram. Við höfum alltaf verið mjög mikið í því að gera við þessi gömlu fótstignu harmoníumhljóðfæri. Ég kallaði þetta ekki orgel. Ef að hljóðfærið á að bera heitið orgel, þá þarf það hljóðfæri að hafa pípur.
En á Íslandi hefur þetta gjarnan verið kallað orgel, þessi gömlu fótstjórnu hljóðfæri. En ég var nú skammaður fyrir það þegar ég kom til náms út í Þýskalandi þegar ég var talað orgel og var að meina harmóníum. Og þá var ég bent á að þetta væri nú ekki orgel heldur harmóníum. Þetta alvöru pípuorgel. Það þarf þrennt að koma til þess að við megum kalla svona hljóðfæri orgel. Og þetta litla stykki hefur alla þessa þrjá hluti. Það hérna belgurinn, það eru pípurnar og hljómborðið. Og það náttúrulega pípurnar sem vantar í harmóníum hljóðfærin. En nú spilum við Mozart. Hvernig upplifunin þegar þú ert að bíða eftir í hvort þetta hafi nú tekist allt saman? Já, sko, orgelvígslurnar sjálfar eru eiginlega mest stressandi stundir orgelsmiðsins. Að þá situr maður alveg bara sveittur í lófunum, sko, bara að ekkert klikki í vígslunni. Því þá náttúrulega kirkjurnar troðfullar fólki, sko. Og það ansi neyðarlegt ef eitthvað fer að hanga eftir eða eitthvað slíkt og það hefur nú aldrei gerst en ég veit alveg að ég hef verið ansi sveittur í lófunum og verkfærataska mín einhvers stað bara mjög nála hljóðfærinu ef skikkina þyrfti að grípa inn í en þessi betur fyrir hefur það nú ekki gert. Það þarf ekki annað en einhvern pínur rykkorn að setjast undir ventil og þá þagnar ekkert þessi tónn sko og þá vælir hann bara út alla athöfn ef maður getur ekki brugðist við sko. Þú hefur ekki lent í því? Ég hef ekki lent í því sem betur fer. Hvaðan kemur þessi lírukassi? Já, hann náttúrulega bara smíðaði hér á þessu verkstæði. Þetta smíðum við fyrir svona, já, þetta er komið tæp 2 ár síðan. Og hvernig virkar þetta? Þetta virkar þannig að sveifin, þá með bæði að tróða belg og svo er það músikinn og í þessu tilfelli geymum við kefli hérna niðri og hérna er til dæmis, ég á svona nokkra svona rúllur og hérna sérðu sko, þetta er ABBA hérna og stundur spila ég ABBA. Músikinn, hún er í rauninni bara hérna á þessum pappír sko og það eru götin sem að búa til tónana í rauninni. Kemur eitthvað ABBA sko. Þetta er æðislegt.